Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þá eru farnar hér konur sem að stýra félögum og samtökum háskólamenntaðra. Það hérna, ég held þetta sé svona, við höfum verið að reyna hvernig á að byrja á því að fjalla þetta því að það svolítið svona kúfur eftir af samningum og þú heyrir hérna, þú heyrði nú bara í steinunni sem eiginlega bara næstu því að búða að verði verkfall sko. Og ég ætlaði að reyna að ná með einhverju kennurum minni, það var bara vildi svo til að þeir voru hérna við önnur störf en við munum kannski endurtaka þetta eitthvað með kennarunum vegna þess að sko þetta var náttúrulega djarft spilað mörgu leyti samningarnir sem voru gerði fyrst hérna aðildafélögum ASÍ og svo BSRB fylgdu eftir. Og þá var eiginlega veðmálið var það að samningarnir myndu leiða til þess að verðbólga færi niður og vexti færi niður. Og við getum líka sett bara að vexti færi niður. Það væri aðra forsetur. Það væri forsetur fyrir Seðlabankar að segja, já nú fyrst að var samin svona, þá teljum við eðlilegt að lækka vexti bara 1% og það væri við komin inn á svona annað stig. En það virðist vera að það sé bara enginn sett ykkur áhuga á stjórnvöldum að láta þetta ganga eftir. Og eitt af því sem getur leitt til þess að þetta bresti, en náttúrulega þú veist að verðbólga fari ekki niður og vextirnir fari ekki niður og allt það. Og þau lífskjör sem áttu að koma í gegnum það skilir sér því að ef þú ert á launum og það voru auknar aðeins húsaleigubæturnar og barnabætur verðbólgan meðan við erum búin að éta allt saman niður þannig að þú ert kannski bara strax í dag komið með sömu stöðu og þú varst bara áramótin þannig það að bresta en annað sem að þurfti að ganga upp voru að þeir hópar sem að var ekki saman að þeir semji á þessu forstum. Þannig ef að þeir gera það ekki og segja bara, heyrðu þetta bara meira og minna bara hrunið, þú ert bara að bjóða mér eitthvað plan sem er öllum ljóst að er hrunið, þannig þá bara mæti ég með mínar allar kröfur, þannig ég ætla ekki að kyngja launakröfu mínu núna af því að til þess að vinna á verðbólgunum sem augljóslega er ekki að fara niður eða til þess að Seðlabankinn lækki vexti sem hann augljóslega ætlar ekki að gera því að hann er með 4% raunvexti á stýrivöxtum sínum og þannig að þá fara bara og þá mæta stjórnvöld sem að líklega láta eins og þau eigi að verja samkomulagi frá því áramótin mæta hópur sem hafa bara engan áhuga á því bara engan. Að þetta verkefni er núverandi ríkisstjórn algjörlega við það er ekki nokkur einasti möguleiki að ríkisstjórnin hafi styrk til að mæta þessu. Stundum heldur maður að það viti ekki eins og af þessu nenni ekki það er kannski skýrir betur það sem ég er að meina áramótin og þá leit svo út að Katrín Jakobsdóttir hefði tekið að sér að hafa forystu það að ná þessu samningu saman fyrir hönd ríkisstjórnarinnar svo bara yfirgefur hún vettvang stjórnmálanna og það er ekki að sjá að neinn af ráðherrunum líti svo á að þessi sitt hlutverk að gæta af því að það sem var stefnt áramótin verði ganginu eftir og þetta er ekki alveg að ganga og verði ekki að bæta aðeins í þarna eða eitthvað. Ég meina Sigurður Ingi fjármálaráðherra, hann talar ekki á þessum nótum. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra talar ekki á þessum nótum. Enginn hann á VG talar á þessum nótum. Þannig að allt í einu er stóra samkomulagi sem átt að vera lykillinn að því að ná niður verðbólgu. Það á það enginn. Þetta verkefni, það er munaðalaust verkefni inn í ríkisstjórn. Og er í stór hættu. Ég er náttúrulega bara að brenna upp. Já, og þá með einhverjum ófyrirsjáðum afleiðingum að þetta er grafalvarleg staða sem er uppi. Já. Og við heldum við hljótum vera saman það að við væntum þess ekki að núverandi ríkisstjórn nái að ljúka þessu máli. Nei. Þannig að það stefnir í svona sem að ekkert hefur verið talað það er bara, læknaverkfall. Kennaraverkfall. Ég held það. Já. Ef ég ætti að veðja sem ég ger aldrei, ef þú myndir neyða mig til þess að veðja, þá myndi ég veðja á kennaraverkfall. Bara án þess að hugsa. Já, getur þú veðja svona á þess að setja penja. Þá er ég að tala að líkurnar á kennaraverkfalli eru eitthvað staðar yfir 80%. Já. Þetta getur eitthvað gerst sem að veldur. Og svo bara Sólveig Anna var hérna hjá okkur og hún er herská. Og
hún með sterkt bakland. Það er líka skilað henni ágættri stöðu að þau fóru í svona verkvöll og þau náðu sko samningar sem voru svona meira á þeirra forsetu núna en áður og sem hefði aldrei náð ef þau eru ekki verið sýnt að þau eru viljug til að fara í verkvöll. Og þannig er náttúrulega heilbrigð verkalýðshreyfing. Hún lætur alltaf, hún fyrir ekki að segja verkvöll í versta niðurstaðan. Þetta er ekki hug. Nei, og sko hún og hennar fólk fylgist náttúrulega grannt með því ef að háskólamenntaðir fá eitthvað og umfram það sem að þá er bara voðinn vís. Já, ef að ríkisstjórn gefi eftir. Það vantar umfram allt, vantar ríkisstjórn og vantar ríkisstjórn. Já, svo heyrðu það sem þau voru að segja, auðvitað er þetta kjörin og þau ætla að ná þeim, ná leiðréttingum af þeim. En þetta er líka verðbólgan og vextirnir og húsnæðiskerfið og vaxtabyrðin út af námslánunum og fleira. Er ríkisstjórnin að gera eitthvað til þess að mæta háskólamennta starfsstéttunum með því að undirbúa sig eitthvað í þáveruna? Nei, það er ekkert. Það bara er ekkert að frétta, sko. Nei. Ég held að séu bara ekki almennilega jarðtengd og það sem að Ásgeir Jónsson sagði hérna að háir vextir snert ekki heimilin landinu. Þá hugsaði maður bara, já, við erum stödd í það sem er stjórnvöld hann upp í brúnni. Þau hafa bara ekki, hafa ekki svona áhuga á því að vita hvernig sko skipstjórnin hefur það, sko. Bara engan áhuga. Og þau eru bara að skála þar eitthvað hjá sér og nei, verður þú eitthvað, Bjarni, verður þú eitthvað að vara við vaxta hækkunina? Nei, við höfum að bara fíta. Hvað, vextir hækkað? Já, þau bara spyrja það ekki. Og þetta sem ég var að segja hvernig það fyrir upp eftir, launastjónum, af því að þú fer nú víða og fólk er að tala við svona ýmislegt. Það sem að mér finnst hafa verið eitthvað svona áhugaverðasta svona síðla sumars, sem að verum líklega ennþá statt þar. Það er ekki komin haust, aðkomi haust. Það finnst mér vera raddir svona fólk sem er svona sæmilega sett, eða ætti að hafa það. Með það hugmyndur það að, þú veist, að ég og við hjónin erum með svona mikla tekjur og við ættum að hafa eitthvað svona. En, veistu það, við hefum bara stökustu vandræð með að ná endum saman. Sko. Og við erum að sjá bara hvernig húsnæðiskostnaðurinn okkar ríkur upp og ef þetta fer sem horfir þá, ég meina allir við verðum ekki bara að flytja bara eitthvað, hvað kostar gæti ég selti í Reykjavík og flutt til Selfoss og maður að heyra þetta hjá fólki sem að telur sig vera með svona þá stöðu og sess í samfélaginu gott sem það er réttlandið ekki, að það eigi ekki að þurfa að vera bara að velta því fyrir þessi, þú veist, skæfu að borða út mánuðin, sko. Nei. Og þetta finnst mér, og hún nefndi þannig að þetta hafi ekki verið fleiri sem að hafa samband við skrifstofu félagsverkfræðinga að kanna vinnu erlendis síðan í hruninu. Já. Og þetta með 44% sem ég var nefna, það fór hæðst í 52% og 44% voru í fyrra. Þannig að það getur vel verið að við séum raunverulega komin inn á stöðu þar sem að sko kjara krísan hefur getið sér svo hátt upp eftir launastegunum að við erum komin í sömu stöðu og árunum eftir hrun. Manstu þetta þeim? Já. Það sem að maður hittir bara fólk og það bara lag af því sko óttinn afkomuna. Já, óvissan maður. Óvissan. Algjör. Og þetta sjáum svo í eftirmála þess maður þegar íbúðuna sem að fólki misti hvernig við voru færðar til sko. Það voru búið til leigufélag Gamma og heimavellir voru búnir til út af íbúðuna sem var náða fólki. Þetta er náttúrulega viðbjöður. Þetta er glæpsamlegt sko. Alveg eins og skattakerfi sem við rættum fyrir þetta. Stóra málið núna er ekki svo sem hvað Bjarni sé í hvort hann segja sér eða ekki. Það er ekki stóra málið. Og ekki heldur Sigurður Ingi þó hann segir þetta sé bara genetist og fínt að við sem hafa verðbólgu, hafa vexti. Það sé almenningur sem byggðum það. Já. Almenningur byggður verðbólgu. Já, og þetta snýstu það að við erum svona, það er enginn í brúnni á þessu skipi. Nei, og enginn á leiðinni ákvæði, sko. Ég held að sé heldur enginn á leiðinni ákvæði. Nei, bara, við bara flatreka bara eitthvað staðar. Og þessi ríkisstjórn, ég held að hún gerir sér ekki grein fyrir stöðunni sko, sem er að koma. Nei. Þau mæta þetta fundi, var þetta ekki þannig? Ég las nú eitthvað að þessu. Það ríkisstjórnarfundur sem er með allt niður sig, heldur flokksráðsfund. Viðtal í RÚV, kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins, tala við formanninn. Formann segir að niðurstaðan hafi verið svo að þau verið að kynna betur
það það sem þau eru að gera. Eins og almenningur í þessu landi viti ekki allt Sjálfstæðisflokkinn, viti allt hann er búin að vera við völd hérna sko síðan 2013 og það ráður eiginlega bara, það er bara hérna smá hlé, það sem hann hefur ekki verið við völd, það er 4 ár, annars hefur hann verið við völd síðan 1991 og það eru komin 23 ár. Almenningur veit allt Sjálfstæðisflokkinn og fyrir hvað hann stendur. Almenningur veit allt þessa ríkisstjórn og fyrir hvað hann stendur. Og þá mæta þau og sagði, já, við vorum að skoða þetta og það var ekkert af því sem við vorum að gera, þetta er sama og Sigurður Ingi segir. Það er bara eitthvað að fólkinu. Það er bara eitthvað DNA, það er bara vill verðbólgu og það býti verðbólguna. Þess að allt sem við erum að gera, það er rétt. Þú veist, það var flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins. Allt sem við erum að gera er rétt. Almenningur er bara svo fattlaus. Fáranlegur hroki. Þetta er ekki þannig en fáranlegur hroki. Ja, þetta er bara eitthvað bara heimska sko. Já, og það verður bara, við verðum að kyngja því að við erum stjórnlaust land, ríkisstjórnin er óhæf. Ja, hún ræður ekki við húsnæðiskreppuna, hún ræður ekki við fyrirsjáanlegar kjaradeilur við háskólamenntaða, hún ræður ekki við ríkisfjármálin, getur ekki stoppað í gatir. Þau vilja hérna, já við viljum eyða rosalega miklu en við viljum ekki rukka skatta. Þetta er eiginlega, sko, ég held að segja betur regnar búðirnar hann sem eru á leikvöllunum, þar sem maður er verið að selja drullukökur. Ég held að þessi betur regnar heldur en ríkisstjórn. En ég held að þetta sé bara ástandið bara kapút. Já, það er það. Það er það. Já, en svo náttúrulega, það eru til samfélög sem hafa setið uppi með afleitt stjórnvöld, sko, árum og áratugum saman, sko. Þetta er ástandi hérna núna hlýtur að vera með í vestas bara í Íslandssögunni, sko. Ok, þá þarf þetta að hafa síðast að ríkisstjórn sprakk út af efnahagsmálum. Þú veist, Panamastjórnin sprakk út af hneyksli. Hérna Bjarna og Sigmundar og flokka þeirra voru með í Gallup 33% fylgi. Þannig að ennþá er þriðjungur kjósenda sem að halla sér upp að Panama prinsónum svo kalluðu. Síðan var það hérna að Björt framtíð ofbauð þegar það var verið að nota bara ríkisvaldi til að þagga niður í því að pabbi Bjarna Ben hafi verið að skrifa undir ábyggingur fyrir kynferðisafbrotamann. Nýðing. Þar áður var ríkisstjórnin Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sem er kannski líklegasta næsta ríkisstjórn, ég veit ekki. Hún sprakk ekki það að fólki sem sat í ríkisstjórninni, Samfylkingarfólki sæi eitthvað, nei, það sprakk vegna þess að grasrótin í Samfylkingunni hafði þá nógu mikil áhrif til þess að setja ráðherranum stóli fyrir þetta og þeir verðið að sprengja ríkisstjórn. Það var gert. Og þá þjóðlíku skjallarunum. Já, og fyrir stjórn. Ég var þar, það var eldar út á götu, sko. Það var ótrúlegt. Og það þurfti að ganga á til að ráðherrarnir gæfu frá sér vald. Og svo ákveðna svona stjórnkænsku í því að fá Sigmund sem var nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins til að verja minnihlutastjórn hérna falli, svo var þetta kjósa eilítið síðar. Þannig það var líka svona eitthvað svoleiðis vinna sem að þurfti að ganga. Það er enga svona forsendur sem er inn í VG var með hérna flokksráðsfund. Flokksráðsfund, já. Og við rættum það síðast og ég var svona eitthvað, fannst þetta, mér finnst allir vera oftúlkað, hvað var verið að setja inn í einhverja samþykktir eins og þarna væri raunverulega VG, mér finnst þetta vera bara, það var ekkert sem fór í gennum þennan fund sem að særði ráðherrana nokkuð nátt. Það var enginn sem að stilti þeim upp við hérna, þið verðið að gera þetta annars, það var ekkert svoleiðis. Flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins, ekkert að frétta. Þannig að það er ekkert inn í þessu flokkum. Nei. Sem að veldu til þess að segja, hérna, landið er stjórnlaust og þið eru bara með engum tengslum við það sem þarf að gera hérna, við verðum að hafa breyting. Það bara er ekki inn í þessu flokkum. Þetta er sko, sko fórusta þessara flokka og Framsóknarflokksins líka hefur ekki kraft til að berjast áfram. Þeir ætla ekki að berjast. Nei. Það ætla bara að sitja það. Já, en við sjáum samt, sko, bara þessar konur 3 sem voru hjá okkur áðan, sko, það er að tala fyrir ómissandi fólk. Sem allt fólk er svo sem.
Já, en ég bara... Ég er ekki við þetta þegar háskólamennta fólk að tala að það sé svo mikilvægt, þá bara ræði ekki við það. Ég bara, eins og með verkfræðingina, verkfræðingar byggðu á brúna, ég bara ræði ekki við það. Ég segi að það var verkamenn sem byggðu þetta. Þannig ég vil bara minna á það að það allir mikilvægir og sá sem að þrífur spítalann. Ég var ekki miskilja mig, bara því þær voru hérna á það. Ég er að biðjast afsökunar, ég bara ræði ekki við þetta, ég segi þetta alltaf. En þær eru að tala fyrir til dæmis eins og Steinunn Þórðardóttir með sjúkrahúslæknana. Það er náttúrulega, sko, síðast ég lá á sjúkrahúsi, að þá var læknir að koma, sko, bara kvöldin, sko, 10, 11 kvöldin, sko, til að gá hvort hvernig okkur gengi að sofna og hvernig nýju lífi niður færi hinn og þennan og svona, sko. Ég er ekki því sem hann hafi fengið útkall fyrir þetta. Þetta er svona skrítið að sko, fólki leggur sér allt fram en eins og svo kemur því að það getur ekki meira. En það gerir ekki vand annara minni. Nei. Og þetta er svona út allt samfélagið. Þú talar við fólk sko, hvað þarf að gera og þá tilur það upp og svo kemur upp til stjórnvald og segir hvað hér eru hæstu laun í heimi og ég meina heimilin þau bara finna ekki fyrir vöxtunum og þú veist þetta er líka ástandi sko. Það er bara eitthvað svona ótrúlegt sambandsleysi og þegar ég fór að tala um þess að flokksræðsfundi það kemur í ljós að stjórnmálaflokkarnir, svona klassísk hugmyndu stjórnmálaflokkar, þú veist með eitthvað svona grasrót sem dregur eitthvað svona þekkingu og svona stemmingu úr samfélaginu og fórustan eitthvað verður að taka mið af því. Þetta er ekki lengur. Þetta er bara lost in space, einhverja fórustur, einhverja flokkum sem að þú veist ráða flokkunum sjálf og það er eiginlega engin óg sko. Reyndar var Helga Vala að því að hún kom hann í lokin að bera það undir hana. Hún var að halda því fram og lét þess hún hefði bara fyrir því heimildir að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins myndi ekki samþykkja fjárlög Sigurðar Inga og Sjálfstæðisflokkur væri til í að sprengja ríkisstjórn þar með. Það er náttúrulega flokkur sem ekki samþykki fjárlög. Hann sprengir ríkisstjórnina. Það gerði síðast í Skandinavíu, það var vinstri flokkur sem sprengdi ríkisstjórn og það var eitthvað tengt fjárlögum og húsnæðismálum eitthvað. Ef þú samþykkir ekki fjárlög þá er þetta sprengir ríkisstjórnina. Já. Hefur þú trúið þessu? Já, ég get alveg trúið þessu. Það bara... Og Gulli sem komið með þingflokkin? Nei, Guðrún Hafsteins er ekki munaðlaus bara. Guðrún Hafsteins varaformaður. Það fylgdi í sögunni, sko. Jú, þetta var bara eins og... Gulli formaður og Guðrún varaformaður. Þannig að prinsessundar 2 sem hafa alltaf verið talað um að eru framtíða leiðtogar, Áslaug Arna og Þórdís Kolbrún, að þær voru ekki þarna. Nei. Nei, en það hefur nafn Guðrúnar náttúrulega komið oftar inn í umræðina. Mér nefndu það mjög fljótlega að þarna væri svona sem að ættir að taka með. Þegar var hugsað framtíðar. Já, í þessum þáttum okkar hefur það verið. Og það byggir á mörgu. Það byggir á að hún talaði svolítið öðruvísi, hún kemur náttúrulega úr það sem er kallað atvinnulífið. Hennar rætt á fyrirtæki. Og þetta með að flokkur sé ekki að þjóna þeir sem er að reka fyrirtæki og svona kemur hún úr milli stóru fyrirtæki? Já, ég held að það sé sko það fólk sem hefur óanætt inn í flokknum horfi freka til hennar heldur en Áslaugar Örnu og Þórdísar Kolbrúnar sem er eiginlega bara aldar upp inn í flokknum sko, eru bara voru aðstoðamenn og hitt og þetta sko. En Guðrún var formaður samtaka iðnaðarins, alveg eins og Svana Helen seinna, ég held að Svana Helen hafi tekið við Guðrún og Guðrún var varaformaður SA þannig hún er vön þessu og þekkir svona, þú veist, skilur þennan markað en mér finnst að vera þessi, það er engin ríkisstjórn í landinu, þetta er stjórnlaust tómt rugl, það gerir hver eins og hann vill jú, víst er það Þetta er náttúrulega ekki alveg stjórnlaust vegna þess að sko þeir sem eiga Ísland að þeir fá sitt sko. Já. Þannig að það er ekki stjórn, það er bara við setjum við stjórn sem getur ekki komið í gegnum þingið neinum svona bótum fyrir almenning. Nei. Þessi sem hafa mest og fá mest, þeir það er engin breyting fyrir þá þó að sé stjórnlaust. Þeir eru ekkert að hrópa á aðgerðir. Nei, nákvæmlega. Þeir eiga þetta. Já.
þeir þurfi ekki ríkisstjórn, þeir eru búin að gera, staðan þeir eru svo sterk. Já, þess að gætum við setið uppi með svona ónýta ríkisstjórn og flegið bara rekur. Ég sé ekkert, það getur bara gert alveg fram á... Bara mikla vínabrauð í matinn. Já, herðu, ef að segja þetta gott. Já. Herðu, kæra þakki fyrir að vera hérna með mér. Sumleiðis, bróðir. Og við þakkum gestunum okkar sem að koma hingað. Þetta voru 4 umræður hér bæði fyrr í þættinum og svo þegar við vorum að horfa sérstaklega til kjara mála háskólamentara. Og svo spjöllum við Sigurjón hérna í lokin, Laufey Ólafsdóttir, hún tók þetta upp og sendi út og þið sem að sátuð, það stóð, ég veit ekki hvernig þið voru að hlusta og horfa, þið breyttu þessu samtali okkar í fjölmiðlun og það er galdurinn sem að samstöðin er og þið hafið byggt upp samstöðina með því að benda vinum og vandamennum á efni hérna sem ykkur líkar, þannig stækkar dreifikjörfið okkar, þið getið bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, þannig er eiginlega alveg upp á sunnanvert Snæfellsnes og langt upp í Borgarfjörð upp að litlu kaffistofu út á Reykjanestá, en þar fyrir utan getur fólk sótt sér útvarpsdagskrárna á spilarann, spilarinn.is á netinu og svo spilarinn líka app sem á hlaðinu í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski, ef þið vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki hérna bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem að er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða hérna í þessu þætti, við rauðaborðið og í öðru þáttum samstöðunar. Þetta hefur byggst upp, eða samstöðin hefur byggst upp af framlögum almennings, það er almenningur gerist áskrifandi og þar fáum við aflið til þess að keyra þetta áfram og byggja þetta upp og við höfum alls konar drauma og ráðagerðir að byggja þetta enn frekar upp, þannig að ef þú ert þarna úti og finnst gagn af samstöðinni og finnst mikilvægt að Íslands samfélagi í samstöðina, þá hvet ég til þess að íhuga það að gerast áskrifandi. Þú getur gert það með því að fara inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðu fyrir 2.500 krónur sem er grunn áskriftin og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsskiptin í alþjóðfélagið og það er alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu hlustenda og áhorfenda og lesenda. En þetta er búið í bili, ég óskuðu bara góðra helgar eða það sem eftir er af henni. Ég verð hérna næst annað kvöld klukkan 8 að þá verður rauðaborðið. En takk fyrir í bili.